Jæja, góðan daginn. Mikið rosalega er gaman að sjá svona marga hérna. Við ákvæðum svona með mjög stuttum fyrirvara að skella í einn lítinn fund, sætan fund fyrir grænt bókhald ríkisstofnana. Því að fyrir reynsla hefur verið svona 5 til 10 manns mæta og hafa áhuga en já, þannig að þetta er ekki besti staðurinn fyrir svona fyrirlestra en við svona, já, byggust ekki alveg við svona miklum áhuga sem er ofboðslega gaman og gott. En takk kærlega fyrir að koma. Ég heiti Hólmfríður Þorsteinsdóttir og er sé græn skref í ríkisrekstri og grænt bókhald. Einhverjir hérna inni eru búin að vera lengi og þekkja þetta þannig að þið eru fara að heyra svona margt af þessu aftur og líka voru á morgunverðarfundi grænna skrefa síðasta haust og þá fáið svona smá þið fáið smá upprifi núna aðeins á loftslagsmálum og svona en það er bara þannig að við verðum að hamra svolítið á sömu hlutunum aftur og aftur, það tekur smá tíma. Ég tók reyndar frá alveg 2 tíma bara ef einhverjir vildu vera eftir, spjalla og eitthvað svoleiðis að því við höfum líka heyrt að fólki finnst líka gott að hitta bara aðra frá öðrum stofnunum og spyrja hvernig fara að þessu og hinu og fá svona ráðleggingar og leiðbeiningar og stela hugmyndum og svona þannig að það er alveg frjálst að vera þó að fundur sé kannski búinn 11, svona formlegur fundur. Já, við ætlum að fara fyrst aðeins yfir loftslagsmál og loftslagsbókhaldið, bara örstutt og það er hún Elva Rakel, teymistjóri teymis græns samfélags sem er nýtt breyting á nafninu, áður var það neytendateymi, þannig að það teymi græns samfélags núna svona til að ná betur utan þetta þennan málaflokk. Og síðan ætla ég að kynna breytingar á grænu bókhaldi og bara svona aðeins að fara yfir það með ykkur og þið bara stoppið mig og spurjið. Þetta er bara óformlegu fundur í matsalnum hjá Umhverfisstofnun. Og eins og ég skrifa fyrirspurnir og spjall og eins og segi, bara endilega stoppið mig og Elvu af ef það er eitthvað. Þá ætla ég bara að bjóða henni Elvu að koma. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, gaman að sjá okkur. Ég heiti Elva Rakel. Og við erum svona að vinna með þetta verkefni hérna saman á teyminu þó að Hófi sé nú svona aðal lykilmanneskjan í þessu. Fyrir ykkur sem voru á morgunverðarfundinum fyrir áramót þá ræddum við aðeins þetta þar kom hún Nicole Keller sem er í loftslagsteyminu hjá okkur og var með gott erindi loftslagsmál. En við vildum svona bara aðeins skerpa á þessu af því að það er auðvitað þessi svona ástæða fyrir því að við erum að halda grænt bókhald og við viljum sjá niðurstöður og fylgjast með niðurstöðum, setja okkur markmið og svo framvegis. Það er auðvitað þessi umhverfisáhrif sem við erum öll að hafa, erum að stuðla að og þau eru margvísleg. Þegar við erum að skoða til dæmis ræstivöru hjá okkur þá erum við kannski að einblína svolítið á efnamálin, þannig að þetta er svona margvíslegt en yfir þessu öllu hvílir svolítið þessi loftslagsáhrif sem við erum öll að stuðla að með einum öðrum hætti. Og þetta erum við öll meira að minna meðvituð en það er gott að hafa það í huga og það kannski blæs okkur svolítið byr í brjóst að vita að við erum að leggja okkar á mörkum þegar við erum að vinna að þessum aðgerðum í okkar stofnunum af því að draga úr losun af ríkisrekstri. Og stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar, hann gengur það eða tekur það fram að það sé stefnt að því að Ísland verði kolefnishlutlaust fyrir árið 2040 sem er nú ekkert lítið markmið sko. Þetta er verulega metnaðarfullt. Þannig að það er augljóst að við þurfum öll að leggja hönd á plóg og gera okkar besta og eiginlega dálítið mikið meiri það til þess að ná þessu markmiði. Það er verið að vinna aðgerðaráætlun þessa loftslagsstefnu. Þannig að við erum að reyna að ná fram markmiðum og setja markmiðum það hvernig við ætlum að ná þessu og það er von á niðurstöðum núna á vormánuðum úr henni. Ég vil aðeins að sýna ykkur þessa mynd. Ég er svona að skipta hérna yfir í þennan. Svona. Þannig ég geti labbað og bent aðeins. Þannig að þið sjáu hérna á þessu grafi að þá er þetta svona bláar efri hlutin á súlunum og grænt að neðan og það er þessi blái hluti efst sem er í rauninni eitthvað sem við höfum mjög lítil áhrif á og getum ekki gert mikið til að breyta svona við almenningur
og starfsmenn. Því hérna sem sagt að ræða þann hluta af losun Íslands sem að fellur undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins kolefniskvóta. Þannig að þarna undir fellur sem sagt stóriðjan og flugsamgöngur og fleira. Þannig að þarna snýst þetta það að rekstraraðilar þurfa í rauninni að kaupa sér kvóta fyrir mengun sem þeir valda og svo kvótinn alltaf minnkaður í pottinum þannig að menn hafa færri kvótaeiningar til að kaupa og verða þar af leiðandi að bæta sína ferla, koma með nýjungar inn í hérna tæknilausnir og annað slíkt til að reyna að draga úr mengun hjá sér. Þannig að þetta svona fjárhagsmiða, það verður að reyna að draga saman losunina með þessu máta. Og þarna getur við í rauninni haft afskaplega lítil áhrif. En þessi græni hluti hér, að þetta eitthvað sem að stjórnvöld eiga að reyna að draga úr og það þýðir að við öll þurfum að leggja þar hönd á plóg. Og þarna til að mynda samgöngur, það að segja samgöngur á landi. Þarna líka urðun á úrgangi, töluvert stór hluti. Þannig að þarna getum við öll gert ýmislegt. Og hérna sjáum við svo hvert við erum að stefna. 2030 tímamörkin á Parísarsáttmálanum og það verið að semja nákvæmar losunartölur eða sem sagt samdráttarmarkmið má segja. Þannig að það svona miðað við það að við þurfum að ná að draga á losunum svona 35–40% fyrir 2030. Og 2030 eiginlega eftir 10 ár, nokkurn veginn. Og fyrir 10 ára síðan, það ekkert svo langt síðan. Það var 2008. Hvað mikið búið að breytast á þeim tíma í samfélaginu? Ekkert rosalega mikið. Alveg eitthvað. Þannig að við sjáum það að við þurfum að fara að taka töluvert stór stökk ætlum við að ná þessu markmiði 2030. Þannig að við sem erum að vinna í grænu skrefunum, að við getum gert heilmikið. Við getum aukið vistvænar samgöngur hjá okkar stofnunum og það auðvitað alls konar leið til að gera það. Við erum með samgöngusamninga og við getum búið upp á það að vera með hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla fyrir framan húsnæðið okkar. Við getum hvatt fólk til að taka almenningssamgöngur og allt þetta. Við getum dregið úr óþarfa innkaupum, auka endurnotkun og endurvinnslu, minnka urðun, eins og ég myndist áðan, það stór hluti af þessu sem líka bara urðun, minnka matarsóun. Ég hvet ykkur til þess að fá okkur af þessu fína keksi sem við setjum fram á borðið þetta. Nei, tjók. Við getum líka stuðlað á orkuskipti í samgöngum og svo auðvitað spurningi með kolefnisjöfnun. Við eigum fyrst og fremst að vera að reyna að draga úr okkar losun eins og við mögulega getum, en svo auðvitað líka þessi möguleiki að auka líka bindingu á móti. Þannig að þó að við séum að reka að okkur finnst litlar einingar og við erum öll kannski bara, eða ekkert öll, sumir alltaf með framkvæmdastofnanir, en mörg erum við kannski bara með svona meiri skrifstofueiningar, að þá getum við öll gert heilmikið. Og þessi stóri græni hluti sem ég sýndi ykkur áðan, þetta bara samfélagið og við erum samfélagið. Þannig að við þurfum öll að gera eitthvað til þess að það verði einhver breyting. Þá ætla ég að gefa Hólmfríði orði sem ætlar að fara aðeins dýpra í græna bókhaldi með ykkur. Endilega. Akkurat, spurt hvort það verði sendar glærur og það gerum við eftir fundin í dag. Ef þið hafið spurningar þá ætla ég að biðja ykkur að rétta bara upp hönd. Önnur okkar verður hérna á hlaupi með þennana því við erum með 10 aðila hérna í útsendingu sem að hlusta yfir Skype. Þannig að þá heyra þeir líka spurningarnar. Takk. Já, takk. Ég var aðeins að velta fyrir mér af því að það gengur svo mikið á þegar svo margir eru að koma inn í einu. Eru einhverjir sem vilja standa upp núna og ná sér í te eða kaffi eða smá sætabrauð svona til að halda sér vakandi næst klukktíman? Þá bara endilega stökkvið, þið megi alltaf standa upp. Þetta bara, við erum að reyna að hafa þetta svona óformlegan, þægilegan fund þó að hann hafi stækkað þessi mikið svona óvænt á síðustu dögunum. Ég ætlaði reyndar að byrja á því að nota tækifærið og kynna fyrir ykkur, bara segja ykkur frá þessu nýja verkefni sem við vorum að setja á stað, Grænskref nytjamarkaður. Það hópur á Facebook núna sem heitir þetta og hugsunin með þessu sem sagt að ríkisstofnanir geti sett auglýst inn á þessum vef eða þessum hópi á Facebook
húsgögn og tæki og tól sem þau vilja losna við, selja eða gefa og líka bara að leita þá eftir ef ykkur vantar skrifborð eða eitthvað svoleiðis, hillur, að þá þetta, þá erum við að vonast til þess að þetta geti virkað sem svona skiptisíða fyrir ríkisstofnanir, en við höfum reyndar bara til þess að hlutinni fari í endurnotkun sem að við viljum að sjálfsögðu stuðla að sem mest, að þá þá erum við samt að bjóða upp á það að almenningur og fyrirtæki geti fengið hluti hjá okkur. Allavega í gegnum þessi grænu skref þá höfum við séð það að það eru ótrúlega margar stofnanir sem sitja á mjög mörgum tækjum eða húsgögnum sem geta illa losa sig við og fer allt í ruslið, og það er það sem við viljum stoppa. Þannig endilega láti ykkar fólk innan hús vita af þessu. Við megum gera þetta lagalega séð svo lengi sem að við erum ekki að fara að braska með bíla þarna inni. Þetta eru hillueiningar og eitthvað svona smotteri. Svo lengi sem að upphæðin er ekki orðin það mikil. En þá ætla ég bara að fara beinustu leið í græna bókhaldið. Mér finnst eiginlega alltaf best að vera bara með Excel-skjalið sjálft, en ég ætlaði bara aðeins að því það eru bæði ný andlit og líka reyndari þáttakendur hérna, að þá eru þetta svona upplýsingarnar okkar og verkfærin sem við erum að nota eru inn á þessum 2 síðum. Þetta eru græn skref í ríkisrekstri og síðan vinn.is. Og vinn.is, þar erum við með öll gröfin og allt sem að tengist græna bókhaldinu. Og við erum svona hægt og rólega að færa það allt saman yfir á grænskref.is, þannig að allt verkefni sem snýr að ykkur sé á einum stað. Við séum ekki alltaf að benda á svona sitt hvora síðuna og flækja mögulega málina aðeins með því. En það tekur bara smá tíma, forritun og annað, þannig að það verður ekki til alveg strax. En við erum líka að reynum að fylgjast með og uppfæra bókhaldið eftir þörfum, og þess vegna er líka gott að heyra frá ykkur. Er ykkur eitthvað sem ykkur finnst vanta eða þið viljið breyta einhverjar villur í skjalinu, eitthvað slíkt, þá er alltaf gott að heyra það. Og við bættum við nokkrum hlutum núna í febrúar og breyttum bókhaldinu aðeins, en það var svo sem lítilegt að því að það er kannski spurningin að hafa þetta ennþá samt eins einfalt og hægt er til þess að sem flestir geti nýtt sér þetta. Þannig að ég ætlaði bara minna á það að grænu skrefin og græna bókhaldi, þetta er rauninni, við erum að kynna þetta svolítið sem sama verkefnið. Auðvitað þurfum við ekki að taka þátt í báðum, en þau vinna saman. Grænu skrefin er það sem við erum að innleiða umhverfismálin og við erum að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum með því að breyta innkaupum og stunda vistvæni samgöngur og slíkt, og græna bókhaldi notum við síðan til þess að fylgjast með þessu og hvernig umhverfisvísarnir okkar eru að breytast. Ég ætlaði ekki að fara þangað, þannig ég ætlaði bara að fara beint í Excel-skjalið. Það er til sækið að geti bæði sótta á grænskref.is og á vinn.is í dag. Undir hverju er það undir vinn.is, það er bara hægra megin á síðunni, þá sérðu hlekk grænt bókhald og þá á það allt að birtast. Þetta er forsíðan á bókhaldsskjalinu og þarna eru bara upplýsingar bókhaldið, af hverju við erum að gera þetta og slíkt, og það er bara eitthvað sem þið svona farið yfir í rólegheitum. Fyrst þið eru hérna, þá er mjög líklegt að þið séu þegar búin að kynna ykkur þetta, þannig ég ætla ekki að fara að lesa þetta allt saman upp. Síðan erum við að nota, svo sjáu þið stafina. Þið er orðið svolítið langt í burtu. En ég ákvað að þetta er sem sagt græna bókhald umhverfisstofnunar. Þannig að þið sjáu það bara hérna. Eins og við erum búin að vera að reyna að segja öllum að þið getið alltaf breytt bókhaldur bara nákvæmlega eins og þið vilja hafa. Þetta er verkfæri sem við erum bara að leggja hendurnar á ykkur og þið síðan bara breytið því eftir því hvernig ykkar stofnun, hvernig starfsemin er. Af því að starfsemi stofnana er aldrei eins og þess vegna getur svona mismunandi hluti verið hentað á mismunandi hátt.
þetta sérst, eins og ég sagði, samantektarskjalið og hérna sjáum þið og hérna bara, já, þessi síða sækir niðurstöðnar í hina flipana. En hérna getið þið séð svona í fljótu bragði hvernig stofnunin ykkar að standa sig í þessum þáttum, pappír og öllu því. Og síðan hérna hérna sérst, þetta eitthvað smá villivesen hérna greinilega. Sennilega því að við erum búin að fikta svo mikið í skjælun, það getur verið eitthvað svoleiðis. Að þá að sjást sérst, breytingar á milli ára, hvort að rautt að þá sé hérna, þá eru mögulega að auka sorp eða eitthvað slíkt og hérna grænt ef að þið eru að draga úr. Þannig að endilega notið þessar upplýsingar líka til þess að kynna fyrir starfsmönnum og segja þeim frá hvernig til tekst hjá ykkur. Já. Já, sæl. Ég hef fært svona bókhaldi nokkur ár. Já. Og þið eru alltaf komið nýtt og nýtt Excel-skjal. Þannig að þá ekki upplýsingarna frá því fyrra inn á fyrir síðustu ár. Þarf að handbika þar inn? Sko, nýtt og nýtt skjal, það hefur ekki verið nýtt síðan 2015. Já, en ætla ekki að koma nýtt núna? Nei, það komið. Já, en ekki sem var bókað í fyrra? Nei. Þannig að hvað á maður að gera þá við þær upplýsingar til að fá samanburð? Þú verður að setja tölunar inn aftur. Já. En ég veit, þetta handavinna að þið viljið sjá samanburðin. Já. En við vorum eldsnögg að þessu. Þetta ekkert svo mikið sem eru að færa á milli. Og þetta nýja bókhald það nær þá til 2020 og það sem við erum að vonast til þess að gera bara vonandi á þessu ári og núna í vor að geta komið græna bókhaldinu þannig fyrir þessi bara að þið setjið tölunar inn í gagnagátt. Okay. Þannig að hún sé alltaf, þið getið bara sett tölunar inn á gagnagátt til okkur og síðan birtist þær á vefnum. Og ef og þegar það gerist þá munum við geta importað Excel-skjölun inn í það kerfi. Þannig að það þarf ekki að handpika það síðan inn í vefkerfið. Önnur spurning? Já, reyndar ekki spurning. Ég var bara að spá, getur maður ekki líka bara flýtt á fyrir sér og tekið formúlurnar úr gamla og flutt bara niðurstöðutölurnar. Þá færðu samanburðinn. Ef fólki finnst þetta mikið að þurfa að færa allt, sko. Já. Að þá bara sett á þessar frontsíðuna, sko, bara tölurnar og eitt þá formúlunum til þess að rugla ekki tölurnar, sko. Já, það hægt að leika sér. Það örugglega einhverjum meiri svona Excel-snillingar hér heldur en við í þessum hópi. Þannig að það ýmislegt hægt að gera, en við hreinlega bara færðum alla tölunar á milli. Við erum líka nokkuð mörg sem erum að vinna grænu bókhaldi hjá Umhverfisstofnun, þannig að þetta skiptist svona á milli nokkur aðalega, þannig að við vorum ekki lengi að þessu. Ég ætla bara rétt að bara fara aðeins yfir flipana. Hérna það sérst pappírinn og við breyttum honum ekkert nema að við tókum út í rauninni fjölda trjáa á stöðugildi af því okkur fannst það pínu villandi að fundum allan ekki upplýsingar sem að gætu talist áreiðanlega dag þó að einhvern tímann hafi mögulega fundist einhverjir útreikningar á því, þannig að það var eina sem við breyttum þar. Almennt fyrir þá sem eru kannski ekki búnir að búnir að skila og vinna grænt bókhald að þá eiginlega best að heyra alltaf í sínum byrgja hvaðan eru það að kaupa pappírinn og biðja hann bara að senda eitthvað svona heildartölur og upplýsingar þetta. Þannig að þeir eru yfirleitt fljótust að því heldur en að fara að grafa ykkur í gegnum reikning fyrir reikning aftur í tíman. Og yfirleitt það þannig að byrgjar eru mjög samvinnuþýðir og mjög snöggir að finna þessar upplýsingar. Og sérstaklega varðandi ræstivörurnar að þá eru líka farnir að gera þetta þannig sumir aðilar að þeir setja við efnið og setja hvort þetta sé upplýsingar hvort að efnið sé umhverfisvottað eða ekki, þannig að þá ferðu upp merki á svaninum eða Evrópublóminu á reikningin, þannig að þá getur strax sett það þannig inn í bókhaldi. Annað kannski sem að við gerðum og breyttum og settum nýtt inn í bókhaldi það er að setja inn markmiðin. Og þetta auðvitað líka, við settum svona markmið sem bara miðaði við það sem inn í bókhaldinu en eins og fyrir okkur hjá Umhverfisstofnun
að þá erum við kannski að fylgjast með þessum þáttum með öðruvísi hætti. Þannig að þá bara breyti því eru kannski, já, ekkert endilega að fylgjast með kíló og stöðugildi, heldur bara heildar kíló magni, eitthvað slíkt. Að þið getur alltaf breytt öllu svona, bara þetta er fyrir ykkur, þetta vinnuskjalið ykkar. Þannig að endilega ekki vera hrædd við það að breyta og fikta. En hérna, þessi breyting gerð til þess að hvetja stofnanir og þá sem að nota þetta skjal til þess að setja sér markmið og reyna að fylgja þeim eftir. Það skiptir svo ofsalega miklu máli að segja, já, að markmiðin séu skýr og það sé líka verið að segja starfsmönnum, já, við settum okkur markmiðið 6 kíló á starfsmenn Umhverfisstofnun og við náðum því ekki. Við vorum hann í 7,32 kílóum sem okkar maður til allt og mikið. En svo getur maður líka verið alveg að leika sig með að það einhver ástæða þarna bakvið. Í staðinn erum við vorum erum að prenta meira út innanhús sem við vorum að úthýsa áður en samt sem áður og þá bara þessar tölur breytast ár frá ári. Þannig að við erum svona að þarna erum við að hvetja stofnanir til þess að nota markmiðin og setja sér markmið og fylgja þeim eftir. Þannig að setjum við þá markmið kíló og stöðugildi fyrir 2017 og væri þá markmiðið okkar í ár sem er 5 og við eigum greinilega eftir að setja það inn í skjalið síði. Við förum alltaf lengra og lengra niður en að hækkar alltaf talan, þannig að við erum eiginlega í vondum málum. Að banna útprentun í stofnuninni. En við reyndar, ef ég bara gefi ykkur svona smá dæmi hvað og hvernig við erum kannski að gera hlutina, eins og þetta sjáum við pappírinn alltaf að aukast notkun á pappír hjá okkur á meðan að markmiðin okkar við viljum alltaf fara neðar. Að núna ætlum við að birta útprentun, byrjaði að senda útprentun bara hvert svið og sýna hvað hvert svið að prenta mikið út. Fyrir 2 árum síðan þá sendum við hreinlega útprentun bara á alla starfsmenn, alveg niður á hvern starfsmann, þannig að hann fékk pínu skömm í hattinn sem voru að prenta mikið út. En það var svona ákveðin persónuverndarsjónarmið og eitthvað slíkt sem að kannski stoppuðu það af núna en við eftir að fara inn í þetta örugglega aftur. Þetta svona hefur miklu meiri áhrif þegar við sjáum og getum borið saman. Við í teiminu okkar vorum allan komin í svona pínu keppni, hver væri með fæstu blöðin þannig mánuðinn. Þannig að það alltaf hægt að finna eitthvað skemmtilegt að gera í kringum þetta. Eru prentþjónusturnar og við höfum verið að setja þetta bara þannig út að nafn prentþjónustu, hver upphæðin sem við erum að kaupa þeim og prentþjónustan umhverfisvottuð eða ekki. Og þá þetta sama talan hérna. En þar sem að prentþjónustan ekki vottuð eins og samskipti, að þá ekkert hérna. Þess vegna kemur þá hlutfalli hjá okkur 65% sem hefur lækkað svolítið milli ára, en hérna líka ástæðan að við áður þá vorum við ekki að taka inn prentþjónustu þegar við vorum að prenta út svona einhver sérefni, stóra bannera eða segla eða eitthvað svoleiðis. En síðustu 2 árin þá höfum við verið að gera það af því að okkur finnst það líka að skipta máli að við viljum fylgjast með allri útprentun eða prentþjónustu alveg sama hvernig hún Við vitum að við getum ekki fengið þessa prentþjónustu umhverfisvottaða en það samt sem áður gott að bara fylgjast með því. Og það sem við líka sjáum út úr þessum tölum að við erum að nota allt og marga aðila. Það eitthvað sem við erum alltaf að laga og fyrir 2 árum síðan þá voru bara orðnir 4 af 5. Síðan fyrir aðeins að losna og fólk fyrir að gleyma og svo allt í einu komnir 10-15 manns að kaupa bara hinum og þessum og enginn að fylgjast með. Þannig að þetta það mikið aðhald og hægt að hafa mikið aðhald í gegnum græna bókhaldi. Að ef við erum bara að skoða og fylgjast með því svona að þarna sjáum við að við getum lagað þetta. Það er eitthvað undarlegt að gerast hjá okkur þegar við erum að nota marga aðila. Það þýðir að það eru fleiri starfsmenn að kaupa inn heldur en bara innkaupafólki okkar. Til dæmis ég á einn þannig, allavega.
af því ég nefndi ekki að bíða og ég hringdi bara. Þannig að það er alltaf eitthvað sem við þurfum að bæta og laga. Ég ætla nú kannski, ég veit að þetta er svolítið þreyttur fundur, ég gerir mér alveg grein fyrir því, enda að vera með svona óbúslega marga sem er svo frábært, en þetta var kannski, er auðveldara að fara yfir þetta í smærri hópum, en við vonandi hafið bara þolinmæði. Ég ætla ekki að fara neitt óbúslega djúpt í þetta. Ég vil frekar því bara hringið eða sendið mér tölvupost ef það er eitthvað sem ykkur finnst ennþá óljóst. Hérna eru ræsti og hreinsiefnin. Ég veit að margar stofnanir hafa verið að skila engu í þessum hluta af því að ræsti þjónustan er umhverfisvottuð, og það er bara allt í lagi svo lengi sem að þið eru ekki að kaupa efni sjálf. Hérna eru við til dæmis að kaupa efni fyrir eldhúsi og þrif á 3. hæðinni. Þannig að þetta eru öll efnin fyrir það. Svo kemur hérna að ræsti þjónustan, hún er jú umhverfisvottuð hjá okkur, við erum bæði með IS og sólarræstingu, en við erum líka með starfsmann sem hefur ræstað niður á 3. hæðinni í mörg ár, og það verður bara þannig áfram, og við náttúrulega getum ekki skellt svaninum á hann eða hana, og þannig að hún er bara áfram ekki vottuð, en við pössum auðvitað upp á það að hún sé að nota umhverfisvottuð efni, og hún er mjög meðvituð um það, þannig að það er ekkert mál. Ég veit að stofnanir hafa verið að velta þessu fyrir sér, af því að sérstaklega út á landi þar sem þú ert kannski ekki með umhverfisvottaða bæði prentþjónustu og ræsti þjónustu, og þá er svona verið að velta fyrir sér samfélagslegri ábyrgð líka. Eiga stofnanir ekki að versla við aðila í heimabyggð, eiga frekar að fara að fá þjónustu frá Reykjavík eða eitthvað slíkt. Allavega okkar, ég hef ekkert verið sérstaklega ströng á þessu, af því að verandi sjálf utan að landi, að þá skil ég það vel að fólk vilji versla í heimabyggð. En það er allavega að hugsunin að passa upp á það að þessi aðilar sem eru þá að ræsta hjá ykkur sé að nota umhverfisvottuð efni, og þau gangi allar eins langt og hægt er með það. Og persónan sjálf sé ekki með svaninn á sér. Einhverjar spurningar ræstinguna eða prentunina áður en ég held áfram? Já, Elva. Bæta einu litlu við að einmitt með svona vottaða þjónustu, hvort sem að það er ef maður er að kaupa veitingar fyrir einhvern viðburði, eða maður er að versla við vottaða prentþjónustu eða ræsti þjónustu eða hvað er, að hér á höfuðborgarsvæðinu eru mjög misstórir aðilar vottaðir. Þannig að við erum með ræsti þjónustu sem eru 2 menn, við erum með prentsmiðju þar sem starfa 3. Þannig að það er í rauninni ekkert því til fyrirstöðu að litlir aðilar út á landi sækjum vottun, og það er ekkert því til fyrirstöðu að við sem ríkisstarfsmenn óskum eftir því að fá að kaupa vottaða þjónustu. Þannig erum við í rauninni bara að ýta á þessa framþróun í þessum geirum á landinu öllu, og það er þeim, þar að segja að við erum í rauninni ekki gera þeim óleik, heldur rauninni kannski bara greiða. Þau verða betur í stakk búin og meiri samkeppnishæf, hafandi gengið það skref, tekið það skref sjálf. En auðvitað, þú veist, erum við auðvitað bara raunsæ og viljum starfa í sáður samlífi alla, þannig að það að nota umhverfisvottuð efni, það kemur okkur ansi langt. En við ættum ekkert að vera smeyk við það að gera kröfur út á landsbyggðinni alveg eins og við gerum á höfuðborgarsvæðinu. Og það er í rauninni það sem við höfum verið að gera undanfarin ár, og ég held að það sé til dæmis, vitum það, Vegagerðin, Landsvirkjun, Umhverfisstofnun og örugglega fleiri stofnanir og fyrirtæki hafa verið að spyrja og ýta á aðila út á landi, og eins og til dæmis prentun á Akureyri og á Egilsstöðum, og það síðan var til þess að báðir þessi aðilar eru komnir með vottun í dag. Þannig að þá er komin aðili í þessum landshlutun sem er þá með vottun. Þannig að það hefur mikil áhrif þegar við þrýstum og spyrjum. Það er oft nóg að spyrja bara. Þá er
bara eins og með kaffið, við ætluðum að fara að skipta baunir og þá bara, nei, við erum eiginlega bara með einar lífrænt vottaðar baunir. Já, það dugar okkur ekki af því að okkur langar að skipta, við erum þreytt á þessu, þannig að þá fer okkar þjónustöðarlega að skoða og leita og þannig að þetta fer allt saman að því meir sem við svona ítum og þrýstum að því meiri áhrif getum við haft. Hérna erum við með rafmagnið. Ég veit ekki alveg, sko, ég held að í flestum tilfellum að þá er þessi hluti kannski ekki sérstaklega flókin fyrir ykkur, af því það eru þetta bara sá orkusali sem þið eru að skipta við, sem að þið getur fengið upplýsingar frá. Svona í flestum tilfellum þá er það bara hægt á netinu svo Orka náttúrunnar en það eru þetta ekki alltaf þannig. En ég ætla kannski líka bara að segja ykkur að ekki vera hrædd við að breyta tölunum á milli ára og af því að þá setjið þá bara í skýringar. Notiði kommentin eða það er forsendur hjá okkur, já, mitt aðgangsorð og allt inn á Orku náttúrunnar eða skoða eitthvað hjá okkur. Notið skjali til að setja inn leiðbeiningar fyrir ykkur svona. En þess að við til dæmis vorum að ákveða það núna í ár að við vorum að breyta aðeins, vorum að breyta lestrinum á rafmagninu hjá okkur. Þannig að það muni auðvitað hafa þau áhrif að við erum að draga mjög mikið úr rafmagnsnotkun en á móti kemur þá erum við raunin bara að gera minna samt úr þeim niðurstöður í okkar umhverfisskýrslu eða útskýra að ástæðan er að núna erum við bara að taka hlutfallstölu af öllu húsinu sem var ekki áður. Við greinilega vorum svo metnaðarfullir, tókum ábyrgð á öllum öðrum í húsinu, sko, þannig að það var alltaf tölur fyrir alla. En núna skiptum við að við erum á 3 hæðum og síðan erum við með bílakjallarann og núna erum við að borga, við greiðum og notum svona það byrja 50% af sameignar-reikningum. Þannig að þá höfum við sett það þannig upp í ár. Þannig að þá höfum við svona skýrari upplýsingar okkar notkun. En það ætti samt ekki að stoppa ykkur eins og til dæmis heita vatnið. Að ég hef oft sagt þetta, örugglega einhverjir heyrt þetta hjá okkur, að þó að þið séu bara að borga hluta af einhverju í sameign í öðru stærra rými, að verið samt alveg vakandi fyrir því hvernig notkunin er í húsinu. Að þið megið alveg banka í ykkar leigusala og segja, býtu, það er eitthvað undarlegt í gangi hér. Það er eins og með snjóbræðsluna okkar, við erum alltaf að lenda í því að það er verið að gleyma að slökkva á henni eða hún bilar og það rennur heitt vatn út alveg bara heilt ár án þess að stoppi bara á sumrin og hvað sem er. Þannig að það er allt í lagi að vera vakandi og láta vita og þetta hefur áhrif á ykkar notkun og ykkar ykkar reikninga líka. Það er spurning. Komið sæl, mér langar bara aðeins að forvitna, sko, ef maður er með starfsemi út út land, er þá ekki sniður að bara að bæta við þarna línum eða hverju mælið þið með og hafa það bara allt í einu skjali þarna? Jú, algjörlega. Já. Það er, ég bara mæli eindregið með því að hafa allar upplýsingar á einum stað. Við erum alveg búin að brenna okkur svolítið á því að vera með upplýsingar út allt og erum að reyna að einfalda allt núna hjá okkur og já, algjörlega. Við erum núna og höfum ekki verið því miður nógu dugleg við að fylgjast með orkunotkun á starfsstöðum út á landi af því að það er oft þannig að þetta er bara einn starfsmaður með eina skrifstofu í húsnæði með öðrum en núna ætlum við að gera breytingu á því þannig að bæta því öllu saman við og þá bara myndum við setja inn línur inn í skjalið. En á næsta ári verður þetta aftur ekki alveg marktækt á milli ára, koma alls konar nýja tölur inn í þetta. En það er bara gott, græna bókhaldi á að breytast, þið eigi að vera að bæta og breyta útreikningum, upplýsingum, öllu, af því þið viljið að þetta sé svona, þetta er bara lifandi, við erum alltaf að reyna að gera betur næsta ári, þannig að endilega ekki vera hrædd við það. Samgöngunar, það er náttúrulega skemmtilegasti flokkurinn.
af því að þar getum við haft svo ofboðslega mikil áhrif. Það sem við gerðum hérna var að við bættum við í rauninni þessum flokki sem lítrar, af því það eru margar stofnanir sem eiga ekki bíl og eru ekki að nota leigubíl eða bílaleigubíla að svo miklu leyti, en hérna já, ég ætla að segja sem eiga bíl og eru ekki að nota bílaleigu og annað, að þá hérna er miklu nákvæmari tala þegar við fáum nákvæmari losunartölur þegar við notum lítra fyrir bensín og dísel. Og það er líka mjög þægilegt fyrir stofnanir að hringja bara í sinn þjónustuaðila, þar sem þeir eru að kaupa bensín og dísel, og fá bara tölunar í einu skjali og ekki vera að skoða reikningana aftur í tíminn eins og ég sagði áðan. Þannig að þá er þessi flokkur orðin svona, hann er þægilegri fyrir þær stofnanir. En síðan eru auðvitað ennþá aðilar eins og við sem erum að nota mikið af bílaleigubílum, mjög mikið af þeim, fyrir öll friðlýstu svæðin okkar og alla þjónustu sem við erum að veita út á landi sérstaklega. Þannig að þá þurfum við að reikna þetta út með öðrum hætti, og við sjáum að við höfum verið að setja inn, þetta eru komment fyrir okkur bara til þess að vita hvað við gerum milli ára, því maður gleymir alveg bara daginn eftir, sko. Það eru komment til þess að útskýra útreikningana, endilega noti það, sjáum bensín, losar og hvernig þið er að reikna þetta út. Og það er eins með losunartölunar, þær eru nýjar, áður voru þið sjálf að reikna út losunina, þannig að við erum að auðvelda ykkur græna bókhaldi með því að setja það bara fast inni. Þannig að þegar þið setjið tölur inn að þá kemur í losunartölunum. En svo er líka bara kommentað þannig til þess að útskýra betur hvað liggur þarna baki. Já, þannig að hérna erum við að tala um kílómetrafjölda. Þið getur fengið kílómetra frá leigubílunum og bílaleigubílunum og ykkar eigin bílum, og síðan er líka lítrarnir. En svo þarf við þið þurfum líka bara að vera aðeins meðvituð það að við erum ekki að tvítelja hjá ykkur. Það að ekki vera að setja bíla umhverfisstofnun bæði í kílómetrafjölda og í lítrana, þá erum við farin að tvítelja losunartölur. Þannig að það þarf bara svona aðeins, þið þurfa aðeins að hugsa meira svona hvar þið eru að setja hlutina, en þetta er samt sem að þetta eru nákvæmari útreikningar og þetta er auðveldra fyrir ykkur af því við settum inn þessar losunartölunar, þessar fasta inn bara í skjalið. Fyrir ekki við að vakna bara spurningar. Þú ert með leigubíl en ekki sendibíla, og ekki rútur, hvar á maður að stoppa? Og hvernig veistu til dæmis hvað margir kílómetrar þegar þú pantar leigubíl með einhverja sendingar? Ertu með eitthvað Excel-skjal til hliðar sem reiknar út hversu marga kílómetra eða gefur leigubílastöðin það upp? Leigubílastöðin gefur það upp. Okay. Ekki allar reyndar, en Hreyfill gerir það, já. Við vorum með smá notkun á Norðurlandi á leigubílum, og þá reiknum við bara út svona einhverja meðal, því við vitum að yfirleitt er þetta fólk sem er að keyra frá vellinum og upp á borgum þar sem við erum með starfsstöð, og þannig að við svona bara, já, við skoðum settum inn kílómetratöluna út frá því, bara hver er vegalengdin þarna á milli. Og já, Ef maður bæta aðeins við að þú veist einmitt með rútur og sendibíla og svona, það er líka okkar skilgreina bara umfangið á okkar græna bókhaldi. Þannig að ef þú hefur áhuga að fylgjast með þessum tölum, þá þú veist reynum að finna einhverja leiði til þess að þær komi þess að haldutunum þær. En svo er líka, þú veist, svo kannski má segja sem svo, þessar tölur eru, það er erfitt að nálgast þær koma endrum og eins, eru ekki stöðugar, og þá kýs ég að skilgreina umfangið þannig að ég fylgist ekki með þessum þáttum. Þannig að við þurfum líka svolítið sjálfa að setja okkur mörkin, hvar ætlum við að skoða, hvar ekki. Herri, já, mér langar að spyrja út frá hverju reiknuð meðalútblástursskildið og ætlið þið þá að birta, þú veist, árlega breytingar, af því að nú er þetta alltaf að lækka, svona meðaltal, eða annarkvort ár eða... Já, einmitt. Við vorum í þessum pakka, einmitt alltaf að skoða nýskráða bíla og losunartölur til þess að finna svona meðal
útblástur af því að þetta svona pínu, þetta var ekki alveg svona eins skýrt og maður var að vonast til, en við gerum það núna að við skoðum verkefni sem heitir Greenhouse Gas Protocol og þeir sem sagt eru fyrirtæki eru mikið að skila grænu bókhaldi til þeirra og það eru mörg hundruð fyrirtæki að gera það í heiminum allan heim og við vorum við skoðum þeirra bókhald og losunartölur og þarna þessi tala hún miða við losun svona meðaltölu í Bretlandi gast ekki tekið ekki þetta taka tölu fyrir Íslandi en eitt slíkt en þetta miðar líka að losunartölum sem að við erum að senda út til Evrópusambandsins til IPCC Jesús. Þarna kemur líka þessi skýrikosti við það að koma þessi inn í rafrænt kerfi í það getum við uppfært formúluna á þess að allir þurfa að taka upp nýtt Excel-skjal. Já, og án þess að vera orðin sérfræðingur í losunartölum, nefnitt. Já. Já, ég heiti Jóhanna, vinn hjá Landsvirkjun. Við erum að skrá lítra hjá okkur og höfum verið að fá frá bílaleigum sem við skiptum við. Þess að tölu, magntölu. Þannig við höfum verið að fá lítrana beint frá þeim og þannig að ég vil bara benda á að það er hægt. Þannig að ef einhverjir er að taka lítra og vilja þá hafa bílaleigubílana þar líka, þá allavega erum við að gera það. Þannig að það er möguleiki á því. Einmitt. Þetta er allt saman eftir því sem fleiri er að fylla út grænt bókhald og fleiri er að spurja þá eru einmitt fyrirtæki eru farin að vera miklu virkari í þessu að veita þessar upplýsingar. En aksturinn og þessi hluti er kannski sá flóknasti og þið hafi bara samband ef það er eitthvað. Ekki hika við það. Það er bara ekkert mál. Síðan erum við með flugið og það eru þetta kannski mesta handavinnan hjá ykkur og okkur öllum. En þegar maður er búin að gera þetta einu sinni að þá er þetta maður er mikið fljótar að þessu. Í dag, þið getið séð, það er reiknivél hérna á hlekknum. Þannig að þegar þið opnið það, þá opnast reiknivél hjá ICAO sem er alþjóða flugmálastofnunin og þar er hægt að fá, og þá getið bara sett inn hvert flug þegar að fljúga til Danmerkur fram og tilbaka og setjið bara það inn og þið fáið alveg losunartölur og kílómetrafjölda og allar upplýsingar sem þið þurfið fyrir bókhaldið. Innanlandsflugið aftur á móti, þá það er líka hægt að setja innanlandsflugið inn í þessa reiknivél hjá ICAO en við erum líka það er hægt að fá þessar losunartölur frá Flugfélagi Íslands og þær eru þarna 0,04 tonn af CO2 per farþega. Þetta er reyndar þessar upplýsingar vantar inn í skjalið þannig að ég geti, ef við erum að fara að skrá niður flug innanlands þá getið skráð þetta hjá ykkur 0,04 tonn af CO2 á fluglegg. Þannig að ef einhver er að fljúga fram og tilbaka þá þurfum við að sinna 2 fyrir flugið. Þannig að þetta er það er handavinn en þetta er einfalt að vera í fluginu. Og þið verður bara að athuga líka þetta er svona þessi þáttur sem hefur hvað mest umhverfisáhrif hjá stofnunum og hjá okkur öllum. Það var einhver sem sagði að það pínur svona undarlegt að maður er að flokka og við erum alveg á fullu að reyna að gera allt sem við getum hérna á Íslandi, einstaklingur og síðan skellum við okkur í utanlandsferðir 4 sinni á ári. Þá verði ég náttúrulega að sjá að ávinningurinn af því sem þú ert að gera, hann er eiginlega farin í einum vettvangi. Þannig að við þurfum líka að hafa flugið í huga og við sjáum þá á hverju ári þá eykst fjöldi flugferða hjá okkur hérna í Umhverfisstofnun og ég held að það sé bara heilt yfir hjá flestum af því að eftir hrun þá auðvitað bara það flög nánast engin út að gerði nokkuð hérna. Þannig að þetta er alltaf að aukast á hverju ári og líka samvinna og einhvern samstarfsverkefni.
En auðvitað kemur bara að þeim punkti og ég held að við sem komin að því núna hjá Umhverfisstofnun að nú þurfum bara að segja hingað ekki lengra. Ef við ætlum að fara að draga úr losun að þá þurfum við líka bara að fara að taka flugi í gegn og bara að segja nei, við bara heimtum það að við viljum fá Skype-fund eða eitthvað annað. Við þetta, já, svona þessi þáttur sem að er að losa sem mest hjá okkur. Hérna er nýtt hjá okkur samgöngusamningar í skjalinu. Það er ástæðan fyrir því að við ákváðum að setja þetta inn nýtt var að við viljum, samgöngur svona þessi þáttur sem er að hafa sem mest umhverfis áhrif hjá okkur og það sem við getum haft alveg ótrúlega mikil áhrif. Og við viljum svona hvetja stofnanir til þess að bæði gera samgöngusamninga við starfsmenn sína og að fylgjast líka með, hvert er hlutfallið og segja frá því. Er gaman að segja að Umhverfisstofnun við erum með 58% starfsmanna sem er með samgöngusamning heilt eða hálft ár. Við erum með samninga sem eru bara sumarsamningar, þannig að þeir eru inn í þessari tölu, en annars er þetta í kringum 46% held ég sem eru með heilsárssamning hjá okkur. Þetta er líka gaman að nota þessar tölur til þess að birta og segja starfsmönnum frá því að standa ykkur rosalega vel eða bara hvetja til þess að fleiri noti samgöngusamninga, taka þátt í hjóla í vinnuna, lífslaupinu, hvað sem er. Bara að líka reyna að hafa svona skemmtilegt í kringum þetta. Þetta er svona þessi þáttur sem við verðum að fara að gera eitthvað í. Og síðan er það úrgangurinn. Það er langskemmtilegasti flokkurinn. Af því að þar sjáum við alltaf svo rosalega mikla breytingar. Er það ekki? Nei, það er enginn að gera neitt. Allavega þessar, mín reynsla er, og miðað við tölur hjá 2016, þeim sem var að skila grænu bókhaldi, að þá er flokkun að aukast hjá ríkisstofnunum sem er að skila bókhaldinu og úrgangur er að minnka. Sem eru ofboðslega flotta fréttir og það er auðvitað það sem við viljum. Við viljum draga úr úrgangi og við viljum flokka allt sem við getum. Og notið endilega að þið getið séð, ég veit að gamla skjalið var þannig að það var bara flokkaður og óflokkaður úrgangur, en við breyttum því líka að settum upp þessast mismunandi flokka, lífrænt, plast, pappír, málmar og spilliefni, og svo getið þið bætt við þeim flokkum sem þið eru með. Við erum með lítil ráðbúnaður sem er ekki í nýja skjalinu, en bætið við öllu sem þið getið og viljið fylgjast með. Ég ætla líka að segja ykkur að þetta er svona það sem að mér finnst langt skemmtilegast að segja starfsmönnum frá, og það er það sem að úrgangur vekur svo mikla umræðu. Við rífumst og þrætum plast eða samsettur rusl eða hvort þetta er svona eins einn. Þannig að þetta er svona þessi þáttur sem er mjög auðvelt að fá starfsfólk með í að tala og innleiða umhverfismál. Og við breyttum þessu þannig að í staðinn fyrir að horfa alltaf á hlutfall úrgang sem er óflokkar, það er svona pínu neikvætt sem að felst í því svolítið, finnst mér, að þá breyttum við í hlutfall úrgangs til endurvinnslu eða endurvinnslu hlutfall. Það hljómar miklu betur þegar maður segir þetta svona, að maður sé að endurvinnslu hlutfall hjá okkur er rosa flott, það er 60, 70, 80%. Þetta núna erum við með 88%, við erum búin að fara upp í alveg 92%, en við þurfum að gera betur og við ætlum að gera betur. En flestar stofnanir eru svona í kringum 50-60% endurvinnslu hlutfall. Þannig að það er hægt að gera alveg ótrúlega mikið í flokkun og miklu betur heldur en að við erum að gera nú þegar. Það er þannig að það á eiginlega ekkert að fara í rusli og það er alveg hægt í dag. Spurning? Já, hvar fæ ég tölunar? Það er bara meðhöndlunar sorphirðu aðilinn. Þetta er Íslenska gámafélagið og gámaþjónustan sem eru yfirleitt á höfuðborgarsvæðinu og svona á stærri stöðum. Geta verið einhverju smærri aðilar annars staðar,
en það er ekkert mál að fá þessar tölur sendar og þið fáið þær alveg niður í flokka. Megum ekki gleyma því að úrgangur er auðlind og þeir eru að fá pening fyrir það að flokka og senda út flokkaðan úrgang. Þannig að það er líka ódýrara að flokka, sérstaklega á stærri stöðum. Auðvitað ef við erum að flokka og hjá minni stöðum að þá er kannski einhver aðeins aukakostnaður í því að fá endurvinnslu tunnu eitthvað slíkt, en í svona flestum tilfellum þá sjáum við kostnað lækka hjá fyrirtækjum og stofnunum. Hvernig fær maður þessar tölur ef það eru mörg fyrirtæki í sama húsi með sömu sorptölur? Hvernig fær maður þessar tölur ef það eru margir með sömu tunnurnar? Já. Það er auðvitað frekar erfitt. En við höfum líka verið að benda fólki á að það er auðvitað hægt að pröfa að vigta sorpið sem að kemur bara frá stofnuninni í kannski nokkra vikur, mánuð og yfirfæra þá þær tölur á heilt ár. Svo er kannski líka bara hægt að horfa bara á almenna sorpið, að gera svona pínu keppni eða bara hafa pínu svona hópefli í kringum það að hversu lítið fór í almenna sorpið í vikunni, að reyna að gera þetta einhvern veginn þannig. Þó að þið geti kannski ekki fengið mjög áreiðanlega tölur, að þá allavega þannig að þið geti reynt að draga úr úrgangsmagni eins og hægt er. Þannig gera einmitt svansvotu fyrirtæki sem eru í húsnæði með öðrum og þurfa að, eru ekki með sér sorppumti fyrir sig. Þau vigta hjá sér þá bara ákveðnum tímabili, kannski 2 ári, 2 vikur í senn, eitthvað slíkt, og þá það bara komið svona meðaltal og endurtaka það síðan á hverju ári. Svo mætti líka hugsa sem svo að maður tæki einfallega samræður eða umræðina við þá allt húsfélagi og þá sem að deila þessum tunnum það að vera bara með svona sameiginlegt átak og fá þá einhvern veginn alltaf í lið með sér til þess að ná settum markmiðum. Bara kannski að segja að því að bara bæta við þetta að því að við erum einmitt með þetta vandamál svolítið, að við erum í húsnæði með Hafrannsóknastofnun og við fengum frá umsjónarmanni hússins. Hann var með einhverja sirka prósentur, bæði fyrir þetta og með rafmagnið og allt það. Þannig að það getur líka verið eitthvað sem að... En það hefur áhrif þegar við erum í húsi með öðrum. Alveg sama hvort þessi úrgangurinn hittir rafmagn eða eitthvað annað, og þá er bara að gera að pota og ýta og spyrja þá sem eru með í sama húsnæði hvort þeir vilji nú ekki breyta og gera betur. Við erum að sjá það alveg hjá mörgum aðilum og það bara er að ganga mjög vel. Yfirleitt er fólk mjög jákvætt fyrir þessu og það verður alltaf eins og sýnir sig í dag hvað eru margir mættir að þetta er að breytast mjög mikið og hratt núna. Og líka það mætti alveg benda þessum sem deila með ykkur húsnæði á bara græna bókhaldir hreinlega. Það er opið á vefnum, það geta allir skoða það. En það getur vel verið að sé einhverjir ekstraaðilar þar sem að hafa jafnvel áhuga að fylgjast með svipuðum þáttum hjá sér. Þannig að það er að gera breiða út boðskapinn. Akkurat. Já, eins og það sagði, að þetta er allt opið. Allar þessu upplýsingar, það geta allir og hver sem er notað þetta. Þannig að bara að gera. Við erum síðan með þennan síðasta þátt sem er aðrar rekstravörur. Hann er svona, við hjá Umhverfisstofnun höfum ekki verið að nota hann mikið, en það er svona aðalega fyrir hreinlætispappír og poka, þangað til að við tókum út alla poka í húsinu eða hjá okkur. Við tókum út plastpoka, svo ég sé alveg hreinskili með það. Við erum með maíspoka í almenna sorpinu og fyrir lífræna úrganginn. Annars er allur flokkaður úrgangur ekki með pokum í tunnunni, en það eru reyndar lífræni pokar líka inn á salerni í tunnunum þar. En þetta var svona liður í því að draga úr einnota plastpokanotkun, en auðvitað á svona stöðum að kemst maður kannski ekki upp með að hætta því alveg, en þá er allavega hægt að fara yfir í annan og betri kost, sem eru þá lífbrjótanlegir pokar.
Varðandi rekstrarvörðuna þá bara eina sem að þið endilega notið þetta ef að það einhverju svona þættir hjá ykkur sem að ykkur finnst skipta máli að fylgjast með og notið þessar síðu þá fyrir það. Við þannig eins og einmitt einnota mál og eitthvað ef að stofnanir eru græn á skrifunum þá þetta auðvitað eitt af því fyrsta sem að bara dregið úr og hættir. Þegar ég ætlaði bara að koma með eina spurningu. Ræstingafólki hjá okkur kvartast undan að séu svo lélegir og rándýrir sem maíspokar. Er einhver tegund sem betri en önnur sem þið vitið Kannast þú það? Það eitthvað úrval af maíspokum á markaði, þannig að það að gera að heyra í byrgjanum sem maður hjá og jafnvel þá bara einhverjum öðrum byrgja ef við ekki sátt við þann sem við erum að kaupa frá og prófa nokkra mismunandi. Við höfum ekki heyrt þessa umkvörtun áður að þeir séu svo lélegir, en þeir eru þetta ætlaðir til niðurbrots, þeim ætlað að brotna niður, þannig að þú geymir í þeim eitthvað í mjög langan tíma að hann gæti fara að leka mögulega, en það getur svo sem plastpokur líka gert, það meira að minna gata á öllum plastpokum sem maður ber heim með sér, að þessi að rifna á rúlunni, já það hef ég bara ekki heyrt áður, en þá að gera að prófa bara einhver aðra tegund af maíspokum. Við erum með, þið getur labbað að skoða eftir, við erum bara með póka í 2 tunnum í eldhúsinu hjá okkur, annars vegar fyrir matarúrganga, lífrænan úrgang og hins vegar undir almenna. Allt flokkunarefni fer bara beint í tunnurnar, bæði hér og inni hjá prentstöðunum okkar og svo erum við með póka inn á salerunum, svona litla póka í tunnum þar og það fyrir náttúrulega mjög lítið þá, þannig að ég get ímyndað mér að það álagið væri á þessum aðalega lífræna pókanum því hann alltaf fyllist hratt. En bara endilega, prófa einhverja aðrar tegundir. Ég man ekki eftir að heyrt þetta mikið áður. Og ég vil kannski bæta við þarna, ég með rúllu heima hjá mér af því að sem ég tók með frá Noregi, ég var svo glöð þegar að Vestlanda þar voru að gefa svona póka fyrir bara til íbúa til að setja fyrir rusli. Og greip rúlu með og síðan bara gleymdist hún í skúffu og ég fann hann daginn og ætlaði að fara að nota hana og þá einmitt rifnuður og fóru eiginlega mjög fljótt í sundur Þannig að ástæðan þar getur líka verið að þeir eru bara of gamlir. Að eins og Elva sagði, þeir eru ætlaðir til niðurbrots, þess vegna eru þeir betri fyrir umhverfi okkar. Þannig að þeir eru með endingartíma. Nei, en þú getur auðvitað, við erum að kaupa frá Íslenska Gámafélaginu. Ég held allan að það hef ekki breyst, ég get samt athugað fyrir því. Og ég hef ekki heyrt neitt. Ég meina auðvitað ef þú ert að rogast út með stóran poka fullan af lífrænum úrgangi sem er blautur og mjög þungur, að það endar þetta í gólfinu. Það er eiginlega bara svolítið þannig. Þannig að við erum með okkar úrgangur, við setjum hann í, hún fer alltaf út með plast, eða bakka bara allan lífrænan úrgangi af því að hann er úti, tunnan fyrir það. Þá bara er hann í svona bakka, pókarnir, til þess að það rifni ekki á leiðinni. Ég veit, það var vandamál á gamla vinnustaðnum mínum að þar voru, maíspókin var líklega aðeins of lítill fyrir fötuna. Alltaf þegar kaffikorgur var settur í að þá bara sunkaði pókin niður og lag niður og ræstingafólki einmitt kvartaði yfir þessu og mér hafði dottið í hug að það væri sniðugt að það væri til einhverjar sterkar góða teygjur til þess að halda pókanum. Þetta var ekki leyst áður en ég hætti á þessum stað en bara þetta allavega eina ástæða kannski bara orðinlega af litli pókar. Og eins og ég segi, við kaupum okkar póka í Íslenska Gámafélaginu en það fullt af bara byrgjum, alls konar sem að flytja þetta inn og þeir eru í alls konar mismunandi stærðum þannig að kannski þarf maður eitthvað aðlega þetta með að velja þá stærri póka eða vera með minna ílát eða hvernig sem það er. Við erum til dæmis líka með maíspóka svona stóra, þá í svipari stærð og svona svartir venlegir ruslapókar eru undir dósir og flöskur því það verður náttúrulega mjög fljótt blautt. Þannig að við notum líka póka þar. Já, lífræna póka. Já, maíspóka. Sjálfsög. Já, svo að síðustu þá núna er ég komin í gröfin, kannski ágætt að ég sýni ykkur bara þetta, af því að við gerum umhverfisskýrslu líka fyrir
út af græna bókhaldinu, að þá við erum stundum svona að sýna aðrar tölur heldur en það sem er í skjalinu. Þannig að við erum bara með sérflipa sem er bara gröf. Í fyrra þá voru allir sem voru að vinna að mismunandi hlutum með þetta í mismunandi Excel-skjölum að þetta voru út allt. Þannig að núna erum við bara með einn flipa fyrir öll gröf sem fara inn í umhverfisskýrsluna. Þannig að þetta er svona mikið þægilegra. Þannig að það er bara eins og ég segi þetta kannski of oft. Notiði bókhaldið eins og þið þurfið, breytiði eins og hendar ykkur. Svo eru líka forsendunar. Við bara uppfærðum í rauninu upplýsingar inni og bættum aðeins við bara eins miklu og hægt var, bara upplýsingar og slíkt. Hérna er upplýsingar um bindingu og rafmagnsnotkun, svona hver er meðalnotkun á heimili, meðalnotkun vatns og hérna er síðan aksturinn, hverjar eru losunartölurnar og hvaða upplýsingar eru á bakvið, þetta eru, hvaðan erum við að fá þessar upplýsingar. Flugið er hérna og pappírinn og úrgangur. Þannig að það getur alveg verið að sé eitthvað hérna sem getur aðstofað ykkur við að færa bókhaldið. En aftur, bara ef þið lendið í vandræðum, ekki hika við að hringja eða senda póst til okkar. Það er bara ekkert mál. Þetta er verkefni sem er rekið af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og er ókeypis fyrir ykkur og við eigum bara að vera að þjónusta ykkur við að gera þetta og vinna þetta betur. Og við erum alltaf að laga og þróast með þessu, þannig endilega líka við viljum heyra hvað ykkur finnst og hvort það sé eitthvað sem við getum breytt og bætt. Þannig að við erum alltaf að dýpka okkar bókhald og reynum þá að aðstoða ykkur við að dýpka ykkar í leiðinni. Ég held að hreinlega að það hafi ekki verið fleira sem að eru með einhverjar spurningar, eitthvað sem að svona er eitthvað hálftengt þessu eða má vera eitthvað allt annað líka. Er einhver sem langar að segja frá einhverju, hvernig þið hafið leyst hlutina eða hvaða niðurstöðu þið eru að fá eða hvort þið sjáuð einhverja þróun hjá ykkur í ykkar tölum? Mér langar kannski bara af því að það eru ný andlit hérna líka að kannski segi frá Landsvirkjun, hún Jóhanna, að bæði þegar að þau hættu að kaupa einnota pappamál, þau spöruðu 650.000 á ári við það, eitt og sér. Og þau hafa líka farið í aðgerðir við að draga úr innkaupum á tímaritum og blöðum líka, það ekki, allt bara sem var að koma inn. Já, og það auðvitað þannig að þeir sem er að lesa ákveðin tímarit, þau geta fengið þau rafrænt, en þannig verið að spara fullt af pappír. Já, það var enda mjög áhugavert. Við ákveðum að segja upp áskrift á öllum tímaritum sem við vorum með og sendum póst á starfsfólk, að þeir sem vildu gætu þá sótt að fá tímarit og það voru bara 2 einstaklingar sem að sótt að fá tímarit. Þannig að við vorum með 40 tímarit í áskrift, einhver vatnsorku tímarit og þess áttar og við erum með 2 þá í dag og restin er síðan erum við með iPad einn niðri hjá kaffivélinu okkar og þar einhver tímarit sem fóru þá rafrænt form á honum eða einstaka starfsmenn eru með aðgang að því í gegnum tölvunar hjá sér. Og þetta með pappamálina, þá hættu við að nota pappamál fyrir 2 árum núna og við reiknuðum út að sparnaðurinn bara með við svona gróf reikninga og LCA einhverjum niðurstöðum fyrir pappamál að þá var þetta það vel að keyra 6 Hiluxa í heilt ár og þá miðaði við svona 11.000 kílómetra á ári á hvern. Þannig að við erum búin að gera rosalega mikið í draga úr endurnýja bílaflótan okkar. Þannig að það var svona áhugavert að benda á þetta með því að þessar óbeinu aðgerðir geta verið mjög stórar líka. Það er svolítið merkilegt að einn bolli geti haft svona áhrif. Það er nefnilega að manni finnst þetta alltaf að vera svo lítið en þegar við erum að tala svona stóru myndina og magnið sem við erum að kaupa og nota, þá hefur þetta gríðarlega mikil áhrif.
Mér langaði líka bara, mér finnst eitt svona skemmtilegt dæmi eins og frá forsætisráðuneytinu að þau eru auðvitað í 2 húsum starfsmenn, þannig að þau eru svolítið að hlaupa á milli á fundi og svona og starfsmenn voru svolítið vanir því að eftir matinn sem er í stjórnarráðshúsinu að þá hlaupa þau yfir á skrifstofu sínar með kaffibolla og alltaf í einmitt pappa eða plastmáli og þetta var pínu svona, þú veist, það er svo erfitt að fá fólk til að breyta þessu og þetta verður eitthvað vesen. Svo bara sendi út post, grænum skrefum banna þetta og það sagði engin eitt einasta orð, það heyrist ekkert, öllum sama. Þetta var bara vani, ekkert mál, bara að fara með könnuna á milli og skila henni svo daginn eftir eða ná sér meira kaffi eða ekkert mál. Ég held að stundum erum við svona mikla hlutina svolítið mikið fyrir okkur líka. Einmitt, við erum eitthvað svona hrætt fyrirfram og við með einhver viðbrögð sem að koma svo kannski aldrei. Já, ég kynnti mér nú víst ekki áðan, Sigrún heiti ég hjá Vinnueftirlitinu. Mér langar aðeins að heyra í ykkur hvaða aðferðið þið notið til þess að benda fólki á hvernig það á að flokka. Því mér finnst oft í matsalinn hjá okkur að þá er oft svona býtu, hvað er þetta? Á þetta plast að fara hér eða hvernig er þetta? Hvað er hægt að gera til að einfalda þetta svona dagsdaglega? Er hægt að, ég veit að nú stendur á ruslafötunum í okkar hvað á að fara í hvert, en er ekki hægt að gera þetta kannski á einhvern myndrænan hátt eða hvað gerir þið? Við bendum yfirleitt á að þessi sorphirðufyrirtæki þau eru með kynningar, þannig að endilega fá það bara til ykkar í hálftíma og þeir fara yfir einhverja flokka. Við getum örugglega gert það líka. Við erum ofta að safna eins og þið sjáum frammi í plastdallinum, safna alls konar rusli og gera alls konar verkefni. Ég til dæmis með poka niðri sem fullur af alls konar, bara svona til þess að sýna fólki hvað er plast og hvað er málmur og hvað annað. Þannig að við sem sagt höfum í rauninni komum alltaf reglulega inn á starfsmannafundi hjá stofnuninni, umhverfisráðið okkar og er með svona áminningar. Muniði, þú veist, þetta hérna á að fara í þennan flokk og þetta hérna á að fara hinn og daginn vorum við með svona sýnikenslu það sem var borði hérna í fundarherbergi fyrir innan var fullt af rusli og svo bara tókum við eitt af öðru og þetta hérna sem hættum tökum lokið af og það fyrir plastið og botnin hérna það er pappi og ef við nennið þá getum við skorið botnin af því og þá er það málmur og það er rosalega mikið á þessum umbúðum sem við erum með, við erum alltaf samsettar. Þannig að það er aldrei að segja og búa til fullkomna leiðbeiningar sem segja bara allt. Þannig að menn þurfa alltaf að nota hyggjuvitið og átta sig svolítið á því hvað er hvað og við erum reyndar að fara að búa til svona myndrænar merkingar á tunnur. Já, en þær verða mitt einfaldar og verða opnar fyrir ykkur þannig að þið getur bara hlaðið niður og prenta út af vild en þær eru mitt ekki með texta fyrir neðan eða miklum útskýringum. Það var meira svona til þess að það væri allir pappír, það væri alltaf blátt hjá öllum. Það væri svona, við getum verið svolítið með svona samræmdar merkingar. Pínu litakóða það svona. Já. En líka mitt, af því voru að tala við vorum með þessa flokkunarfræðslu. Við þurfum svona fræðslu líka hverju einasta ári. Það er bara þannig, það er að koma nýtt starfsfólk og við erum að gleyma og allt þetta. Að við héldum svona flokkunarfræðslu í haust og þá vorum við einmitt með keppni. Og við bara settum, það voru 3-4 starfsmenn sem voru bara að keppa um flokkun og svo fékk sá sem flokkaði best verðlaun. Þannig það er líka bara gaman að brjóta upp daginn með einhver svona. Og ég get sett inn því ég var ekki búin að ég skal bara setja inn upplýsingar hvernig við gerðum þetta inn á grænskref.is sem frétt, þá getur þið bara séð svona það bil hvernig við gerðum þetta. Og svo líka úrgangsmeðlunaraðilar ofta að breyta hjá sér hvernig þeir vilja taka við úrganginum. Þannig að þú veist, nú viljum við að pappír og málmur sé saman og viljum að plastið sé hér eða skilur. Þannig að það breytist líka, en það þarf alltaf bara að vera svolítið lifandi og við þurfum að hafa þetta svolítið í umræðunni. Já, Sigurður heiti ég hjá Vinnueftirlitinu og mér finnst mjög athyglisvert hvað eru margir með samgöngusamning hjá ykkur og til fyrirmyndar. En ég var að spá í með koltvísýringinn. Það er svolítið einblítt á það varðandi bílamálin. Nú hefur komið svona meiri ljós að það er ekki bara koltvísýringurinn sem veldur mengun, heldur svifrykið og níturoxíð og ýmislegt sem kemur sérstaklega úr díselbílum og slíkt og svo náttúrulega nagladekkin og fleira. Þannig að
hafið þið eitthvað svona lagt áherslu á að nýta kannski bíla sem nota ekki nagladekk eða bíla sem eru, já, kannski mann komin aftur út í eyðslugranna bensínbíla frekar að nota dísel, sko. Þannig að það svona ýmislegt sem að þarf kannski að huga að núna nýjum hlutur öðru en koltvísýringi sem verið svona einblítt á. Það er alveg rétt og það er reyndar svona maður þorir eiginlega ekki að segja þetta, kannski þetta var að gera það en maður við erum svolítið þannig að NOx skiptir ekki máli í Íslandi að þetta fíkur allt út að haf, sko, dísilbílarnir en já, það er alveg rétt að mögulega eru bara bensínbílarnir betri, sérstaklega í stórborgum þá dísilbílar bara alls ekki góður kostur og við höfum alveg verið að sjá það núna í mælingum hjá okkur að þetta ekki að koma vel út en ég ætla bara að benda ykkur líka á að við erum með þið getið reikna út hlutfallstölur líka á bílum hvert hlutfallið á bílum sem eru umhverfisvænni þá metan, rafmagn eitthvað slíkt á mótis við aðra. Það líka svona til þess að fylgjast á með að þegar við erum að breyta í bílaflótanum að þá séum við að kaupa okkur umhverfisvænni kosti. Þetta líka kannski gott að með það að græna bókviti þarf alltaf að vera í þróun. Þetta svona tiltölulega ný umræða þannig að við erum með loftgæðamælingar innan hús hjá okkur, það eru starfsmenn okkur sem að sjá loftgæðamælingar á landinu. Þannig að það eru hæg heimatökin fyrir okkur að nálgast gögnum þetta og setja það inn í græna bókhaldi ef við sjáum þörf fyrir það eða höfum áhuga á því eða ef þið hafa áhuga á því. Þannig að það er algjörlega opið fyrir það. Var ekki spurning hérna? Já, ok. Hæ, ég var að íhuga að við erum einn bíl sem hybrid, þannig ég get alveg haft samband á bensinstöðvarnar og fengið að vita hversu mikið bensín skráð á þennan bíl, en ég bara þekki ekki rafmagnsbíla. Hvernig kemst ég að tölum yfir til að fylla þann hlutaðinn hleðslunar í raun? Það eitthvað sem skráð í bílunum eða ég? Ég myndi reyndar, þú getur auðvitað tekið fram hérna ertu með bílar, já, alveg eins og ert með bíla, leigubíla og bílaleigubíla, þá getur þú skráð hérna kílómetrana. Kílómetrafjöldi þá á þetta á ári, já. Kílómetrafjöldi á bensín og díselbíl og þú sér það skráir maður ekkert í kílómetra umhverfisvænni en þú gætir rauninni skrifa þá sett inn, þið fóru 100.000 kílómetra á rafmagns- og metanbíl. En þetta eigin bíl, er það ekki? Þetta eigin bíl, já. Það getur líka bara setta fyrir ofan og það náttúrulega bara, það verið að mæla jarðefnaeldsneyti sem þá 0 fyrir rafmagnslutan og þú settir þá bara inn lítrana sem bílinn með. Þannig að það væri þá bara mjög sparneytinn bensínbíll raunverulega skilur því að nota rafmagn á móti. Þið eru þá að sjá í rauninni, það sem þið sjáu þá í bókhaldinu hjá ykkur. Ef þið skoðið það nokkur ára aftur í tíman, þá eru það að sjá að bensínnotkun að dragast saman og þá það ástæðan að það bíllinn sem þið kaupið. En þið gætu líka verið að fikta í þessu og setja inn til þess að fá hlutfallstöluna, að setja inn þá bara hvað eru að keyra. Nei. Já. Nei, já, varðandi skráningu á kílómetratölum, já, við allan að gerum við í Umhverfisstofnun að við fylgjumst, við tekkum áramótin stöðunni á bílunum okkar, enda þeir eru ekki margir, þetta eru 8 bílar svoleiðis. En það svona einfalt, nei, akkurat, það bara ýmislegt. Það að koma með það. Þeir fólki sem að hlusta. Kannski það sem hún á við að það erfitt að átta sig á því hvað mikið á hybridbíl, hvað mikið á rafmagni og hvað mikið á bensíni og að flokka það niður af því þú átt annarkvort að setja lítra eða kílómetra, þú átt ekki að setja bæði. Þannig annarkvort ertu með
ert að skrá lítrana og þá ertu með lítinakstur eða ert að skrá kílómetrana, þannig að það er voðalega erfitt að setja inn þessa hybridbíla eins og þetta er svona. Já, þetta er ekki alveg ídeal, það er alveg rétt. En það við vorum svolítið búin að fara fram og tilbaka hvernig við ættum að gera þetta og við lentum svona ákveðnum hnökru eða fengum, það er bara endilega þegar þið lendið í einhverju sem er ekki alveg sem væri mögulega hægt að breyta og bæta að endilega láta okkur vita. Eru fleiri spurningar? Þá held ég bara, ég ætla að... Eigum við að segja frá tillögunum sem við erum búin að gera innan hús akstur og vinnutíma á það í hjóla í vinnuna máninum. Já, sem við erum búin að leggja til, ekki búin að fá samþykkt. Þá geta þið kannski lagt þetta líka til hjá ykkar vinnustöðum, skilji. Það er kannski ágætt að hún Þorbjörg er hjá Háskóla Íslands sem átti nú þessa hugmynd. Já, akkurat. Okkur varst þetta svo frábært að vilt þú kannski segja frá þessu? Nei, allt í lagi. Það var sérst bara persónuleg hugmynd frá mér, þetta er ekkert eitthvað sem við erum að gera í háskólanum, ég er búin að stinga upp á þessu við háskólan. Það er sérst að þeir sem ferðast með vistvænum hætti, þeir fá að skrá sig í rauninni í vinnuna og áður en þeir leggja af stað. Þannig að þeir fá styttri vinnudag miðað við þann tíma sem það tekur að ferðast með vistvænum hætti. Það var svona pælingin, en ég veit ekki hvernig þið útfærið það. Það var nákvæmlega, okkur fannst þetta svo frábær hugmynd. Við erum búin að leggja þetta til innan á sig okkur, við erum ekki búin að fá svar, en það kemur ljós. Okkur finnst þetta allavega skemmtileg hugmynd til þess að prófa kannski núna líka sérstaklega í hjóla í vinnuna átakinu í maí. Af því að það eru margir sem að veigra sig við það að eru kannski með lítil börn og annað að þurfa að sækja fyrir ákveðin tíma í samt vera mætti fyrir, og svo framvegis. Og það tekur kannski hálftíma að taka strætó úr útkverfum eða hjóla, sko. Þannig að menn bara byrji vinnuna leið og þeir setjast á hjólið eða setjast spara upp í strætó. Og sama vinnunni lýkur ekki fyrir maður er komin heim. Þannig að þetta er svona skemmtileg tilraun. Já, ég held nefnilega það sem við heyrum mjög mikið í þessari umræðu þegar við erum að hvetja fólk til þess að hjóla að ganga í vinnu og taka strætó, að það kemur alltaf þetta, ég hef ekki tíma. Ég er með 8 tíma vinnuskyldu og ég þarf að sækja börnin og allt þetta. Þannig að þetta er svona, ég held að þetta sé áhugaverð og skemmtileg tilraun til að sjá hvort við náum þessum hópi sem að er með þessar afsakanir inn í þetta eða hvort það sé raunverulega eitthvað annað síðan bara nenni yfir höfuð ekki að hjóla að ganga eða nota strætó. Þannig að það kannski væri gaman að sjá hvort að þetta muni breyta einhverju í munsturinn hjá okkur. Þannig að þetta er nefnilega, það er svo gaman að þetta er að verða, maður er farin að þekkja svo marga í þessu verkefni að maður er alltaf að heyra svona ýmsar nýjar og skemmtilegar hugmyndir, þannig að ég líka hvet ykkur til þess að senda okkur hvað þið eru að gera og segja frá, af því að það er einmitt, þetta gagnast okkur hinum líka og við reynum þá að posta því út á Facebook eða nota grænskref.is síðuna þar til að segja frá hvað stofnanir eru að gera. Það er endilega, hvet ykkur til þess að gera það. Ef það er ekki fleiri svona formlegar spurningar, þá held ég bara látum þessu lokið núna. En eins og ég sagði, ef það er eitthvað, þið þurfið ekki að hlaupa beint út úr húsinu, ef þið viljið stoppa aðeins, spjalla eða hafa einhverja aðra spurningar eitthvað slíkt, þá er bara það ekkert mál. Og takk kærlega fyrir að mæta.